Komið sæl og verið velkomin í þáttinn Allt ekkert. Við erum hér með ykkur á hverjum mánuði í sumar. Við byrjum á því að stelpa niður í bæ. Svo tókum við púlsinn á fólki. Niður í bæ kíktum við á hljómsveitina White Signal og skapandi sumarstörf. Við erum hérna stödd með hljómsveitinni White Signal sem er að fara að spila hérna og já, hvað kemur til að þið eru að fara að spila hérna í dag kl. 10 morgun? Við semst ákveðum bara að fara í óvissuferð til Akureyrar og ætlum bara að reyna að fá að stilla upp þar sem að fáum leyfi og ætlum bara að spila fyrir gest og gangandi. Hvað er þið búin að vera lengi starfandi? Síðan síðasta sumar. Og svo erum við bara búin að vera að reyna að spila svo mikið á við getum. Er þið með mikið frumsömdu efni eða takið þið mest að einhver sem er þegar til? Við erum aðalega að spila frumsamið, en svo erum við með nokkur coverlög. Svona eins og gömul 80s, Sister Sledge, We Are Family og svo reyndar að spila gömul íslensku lög nokkur. Er þið að fara að spila eitthvað meira en Akureyri? Já, örugglega, getur verið sko. Og ætla að biðja ykkur að kynna ykkur, bara að fara röðina. Ég heiti Snorri. Íris, Guðrún, Lóa. Sölvi. Og á hvaða aldri eru þið? Þið nú ekki rosalega gömul, svo sést. En þarna, eru þið í framhaldsskóla eða? 97 til 95. Yes. Það bara þakka ykkur kærlega fyrir. Sömuleiðis. Are you from Outland? Yes. Yes, we are from Germany. Nisse, Germany. Germany, yes. Yes. Thank you very much for this interview. Nú er komið að kvikmyndagagnrýni og þar fjöllum við nýjar og væntanlegar myndir. You know how to pop lock? Pass it over. Take it back. You got it. Ég heiti Svana. Ég heiti Daniel. Og í þættinum okkar í dag ætlum við að tala Ted sem er væntanlega í bíó. 13. maí? Nei. Júlí. Júlí, damn. 2012. Já. Þetta er strák sem á bangsa og honum þykir mjög vænt hann svo honum langar að hann verði lifandi. Og hann óskast þess eina jólarótt og það rætist. Og síðan eldast þeir saman og þeir eru búin að vera saman í myndinni í 27 ár og eru bara óaðskiljanlegir. Og já. Ég líka vel tekið fram að þetta frá sömu framleiðendum að gera við Family Guy og inniheldur myndin mjög svartan húmor og kannski frekar mikinn dónaskap. Já, frekar. Svo náttúrulega, já, þá er þetta svona típist mynd sem kemur náttúrulega brama inn í og stelpa sem flækist inn í þetta. Og þá náttúrulega, þá þarf bangsin að flytja í burtu því að hann er alveg mikið klippa. Og já, svona í dópinu. Þannig er líka strákurinn John og Bangsi búin að gera svona samkomulag að Bangsin verður með honum að eilífu. Þannig það er pínu erfitt að rjúfa þau tengsl. Já, akkurat. Þannig að verður Bangsin í 27 ár. Já, og það eru leikarinn eru til dæmis Seth MacFarlane. Sem þjálfir Ted Brött síðan. Já, sem er ekki líka í... Jú, hann líka talsmaður í Family Guy. Ok. Og síðan er það Mark Wahlberg. Og Mila Kunis. Einhver stælist. Já, og við sem bara sjá trailerinn bara. I met a girl. She's a cashier. No way, that's awesome. How you like me now? How you like me now? Okay, all right, so that's where we'll draw the line. Well, what's her name? White trash name, yes. Mandy. Nope. Marilyn. Nope. Brittany. Nope. Tiffany. Nope. Candace. Nope.
Don't fuck with me on this. I know this shit. You see me fucking with you? I'm not. All right, speed round. I'm gonna rattle off some names, and when I hit it, fucking buzz it, okay? I will tell you. You got me? Yeah. All right, Brandy, Heather, Channing, Brianna, Amber, Sabrina, Melody, Dakota, Sierra, Bambi, Crystal, Samantha, Autumn, Ruby, Taylor, Tara, Tammy, Lauren, Charlene, Chantel, Courtney, Misty, Jenny, Krista, Mindy, Noelle, Shelby, Trina, Reba, Cassandra, Nikki, Kelsey, Shauna, Jolene, Erling, Claudine, Savannah, Casey, Dolly, Kendra, Kylie, Chloe, Devin, Emily, fucking Becky? Nope. Wait, was it any one of those names with a Lynn after it? Yes. Okay. Brandy Lynn, Heather Lynn, Tammy Lynn. Fuck! How you like me now? 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 Ég heiti Ingrid. Darri. Og við ætlum aðeins að tala The Avengers. Þessi mynd fjallar sem sagt 6 ofurhetjur sem fá það verkefni að ná tilbaka svona orkuteningi sem fannst í einni af fyrirmyndunum og það sem sagt búin að vera 5 eða 6 myndir sem sagt svona spinnast allar saman í þessa. Og þau þurfa að ná þessum teningi tilbaka eftir að Loki sem sem sagt guðinn úr norrænni goðafræði stelur honum og býr til eitthvað rosalega evil plan. Og já, það búin að vera miklar væntingar til þessari mynda allan heim og okkar mati stóð þessu alveg frábærlega. Þetta bara rosalega góð mynd, bara hellingarsprengingum og ógeðslega fyndið brandarar. Og já, þetta fyllir sem sagt ofurhetjurnar í þessari mynd eru Hulk, Captain America, Iron Man, Hawkeye, Black Widow. Já. Að okkar mati þetta bara topp mynd og við mælum með henni bara mjög mikið. Bara þú veist, hvað ég að segja? 9 af 10 mögur. Já. Þetta er mjög góð. Já. Hún búin að slá aðsefnum með þetta allan heim og bara... Aðeins. Góðan daginn, ég heiti Daniel Ívar. Ég heiti Darri. Og velkomin í Nördavarnið. Fréttirnar í dag eru aðalega semi-gamla leik sem kallast Diablo 3. Flestir hafa örugglega heyrt hann. Rauk gjörsamlega upp í sölum bara alls staðar í heiminum með 3,5 milljón eintök seld af innan við klukkutíma eftir að sala hófst. Og þetta er svona aðalega hack and slash leikur og skoða dungeons og drepa áfreskjur. Svo er þetta Error 37 sem kom eftir að leikurinn var bara keyptur, þannig að allir sem logga sig inn á, þeir bara crashuðu strax, ekkert að logga sig inn á servera yfir höfuð, sem kannski það hægði bara á leiknum alveg einhverja vikur. Já, þess að maður gæti spila, þú veist, svona fyrstu 2-3 vikunar og þú veist, sem maður komst inn og það er eiginlega bara enda þannig og bara er maður með, þú veist, svona 200 ping eitthvað. Já, maður laggaði eins og ég veit ekki hvað. Já, það getur verið. Og það er ekki beint alveg því að þakka að leikurinn er fullkomlega netspilaður. Þú getur ekki farið í tölvur út í sveit með ekkert net en samt átt áfram að spila. Það er fullkomið net og það teknar sig ekkert á disknum nema leyfi til þess að downloada draslið fyrir leikinn. Þegar ef þetta sést fyrir single player þá þarftu samt að downloada draslið af netinu til þess að það birtist í leiknum sem pínu shitty með því að segja. Við gefum leiknum 9 af 10 dósum. Þetta er bara út af því það er þetta smá vesen með þetta Error 37 dæmi og líka það að það er svona auction house eitthvað forrit. Hann hefur getið selt dót sem þú átt fyrir alvöru pening. Sem svona kannski meikar ekki mikið sens en þú getur grætt 10 cent fyrir eitthvað sverð en Blizzard græðir $10. Já. Þeir eru ræna fólk eins og alltaf. En þú veist, við mælum þessu leik fyrir alla sem finnst taktisklega skemmtilega leikir. Það er bara mjög góður leikur. Og núna væntanlega leikir sem þetta fjalli eru flest allir frá annaðhvort E3 eða bara 12 leikir samkomið yfir höfuð og þar var Call of Duty Black Ops 2 líka svona sýndur teknilega eða borið fram að hann er á næstunni að koma út og þar er nýtt zombie mode sem er 8 spilarar að herja í staðinn fyrir 4 sem er hefðbundið og það er Strike Force mode þannig þú getur fjarstýrt næstu í öllu sem er á kortinu sem er nýr feature en það er ekki búið að sleppa henni miklu meira nýju þennan leik þannig erum við fyrir næsta. Pikmin 3 er leikur frá Nintendo og kemur út á nýju
VU. Vítórun, þetta svona teiknilega þessi spjaldtafla fyrir vítórun og þetta svona notar þetta sem auka skjá sem ég finnst tilgangslaust. Af hverju að horfa á þennan skjá í staðinn fyrir þennan? Sem svona, kannski, sumir segja þetta skemmtilegt, sumir segja þetta bara pointless eða bara peningaeyðsla yfir höfuð, þetta kostar næstum því bjarnast eða mikið iPad. Og aftur að Pikmin. Þetta bara leikur með þessum litlum fígúrum sem búa í skógi sem að komast yfir teknilega sér bara hæðir og hóla og það er bara skrýmsli í vegi. Þetta bara svona litlar fígúrum sem búa í garðinum hjá þér. Já, nóg það. Og síðasta leikurinn okkar er Lego City Undercover. Þetta er bara eins og hver annar Lego-leikur sem hefur mögulegast komið út, bara alltaf. Nema öðruvísi en þetta er frá Nintendo. Já, hann er svolítið í anda GTA-leikjana. Þið þekkið örugglega all það. Nema nú ert þú í hlutverki lögreglunar en ekki bófans. Fínt change, kannski þú ert að handtaka fólk og notar háleinni njósnabúna til þess að góma dót. Glæpamenn bara yfir höfuð. Og þetta er alltaf sem er væntanlegt nú á næstunni. Þá er nóg komið að nördhornin í dag. Ég kveð mig, ég heiti Danni Ívar. Dari. Og við komum með skemmtilega í næstu viku. Og nýtt. Sjáumst að viku liðinni. Takk fyrir áhorfið í dag. Sjáumst á tvphonic.is. Hafið ykkur. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your eyes again.